Ari tap hérna og seasonið klárast. Hvar finnst þér þessi leikur í dag tapast fyrir ykkur? Við vorum eiginlega inn í honum alveg fram í fjórða sko. Og þannig að við vorum, það var aldrei alveg skíttap sko, en við vorum inn í þessu síðan vorum við fjórða og kannski við náðum ekki hald út orðarleiknum sem við ætlum að spila. Byrjuðum vel og við náðum ekki halda því út. Nei, eins og þú segir, ég meina 14 stiga tap þetta í endanum, en það kannski gefur ekki alveg rétta mynd samt á hvernig leikurinn spilast, eða hvað? Já, mér fannst við alveg eiga möguleika. Við náðum bara aldrei almennilega rönni, við náðum ekki alveg eins og við höfum kannski búin að vera að gera. Og Haukarnir gerðu vel í því í allri seríunni að stoppa rönnina. Við náðum aldrei einhverjum svakalega rönni. Og eins og við erum búin að gera í þessum leiki sem við erum búin að vinna þarna fyrir úrslitakeppni, þá höfum við alltaf náð einhverju smá rönni og Haukarnir náðu að stoppa það og það var bara mjög vel gert þeim. Þessi undanúrslita sería endar 3-0, þetta allt fínir leikir hjá ykkur. Hvernig gangið þið frá þessu verkefni? Ég er mjög stoltur af liðinu mínu, ég er bara mjög stoltur og númer 1 að komast í úrslitakeppni og númer 2 að standa í besta liði deildarinnar og þannig að ég meina, Whitney var valinn besti kaninn, þannig að þau erum með besta kanan og það erum með langbesta leikmann deildarinnar í helina, það er bara langbesti leikmann yfir kanan og allt, þannig að það er ekki skömm að tapa við Haukum, svo er það með mjög góða roleplayera með og þannig að það er engin skömm að tapa fyrir þeim. Þetta hefur verið skemmtilega að vinna allavega eitt leik. Ég meina, nú erum við leyfum aðeins að horfa tilbaka, þú tekur við þessu liði eftir mikið fjör í janúar, nær að snúa þessu gengið við. Þú lítur bara að vera nokkuð ánægður með hvernig þú stendur með liðið í dag. Já, ég er ánægður með mitt. Ég er líka rosalega ánægður með hvernig stelpunum tóku mér og hvernig þær höndluðu verkefnið og þær voru bara tilbúnar að vera jákvæðar og bara gleyma því sem búið var og horfa bara fram á veginn og ég vil meina að stelpunar hafi bara verið svona bara ferskar að taka mótið mér og ég er bara mjög ánægður með það og er þakklátur. Erum við eitthvað búin að skoða framhaldið? Hefur áhuga að vera áfram í Borgarnes? Já, það er bara að skoða það, ég er ekki farin að spá í það.